myndir þú vera að venda vinnustað til að vinna á sömu laun og fatlaðir? Ég myndi bara gera ef ég þyrfti þess, en ég bara veit þetta er mjög lág laun. Það er erfitt. Mér þetta er mjög gaman að vinna á vernduðum vinnustað. Hvað heitir þú og hvaða flokki ert þú og í hvaða sæti? Ég heiti Pétur Marteinsson, er í Samfylkingunni í fyrsta sæti. Þá ætlum ég að spyrja aukaspurningu. Myndir þú vilja skipta flokk ef þú værið ekki í Samfylkingunni? Nei. Já, sko, ef ég væri ekki í Samfylkingunni, þá myndi ég líklega vilja skipta flokk og fara í Samfylkinguna. Já. Út af því Samfylkingin er jafnaðarmannaflokkur. Ég ætla að spyrja aðra spurningu. Lýstu þínu flokki í 3 orðum? Ég myndi segja mannréttindi, jafnaðarmennska og menning og gleði. Getur þú, þriðja spurningi, getur þú lýst með staðreyndir þig í 3 orðum? Heyrðu, ég er alltaf gamall fótboltamaður og ég er gamall svona rekstramaður og ég er alveg ennþá. Ég hef verið með svona business í Reykjavík og veitingahús og hótel og eitthvað svona. Og núna er ég orðinn nýr stjórnmálamaður. Ég vona ég verði ekki stjórnmálamaður. Skilur hvað ég meina? Já, en í 4. nefndu 3 ástæður fyrir það að fatlað fólk ætti að kjósa þig. Já, þau verður alltaf bara eins og annað fólk að finna það bara hjá sjálfur sér. Fatlað fólk er bara eins og allt annað fólk með mismunandi skoðanir, en við erum með áherslu samt. Eitt svona konkrét, ég kem úr rekstri og við höfum alltaf verið með fatlað fólk í vinnu. Mér finnst það mjög mikilvægt og í stefnu Samfylkingarinnar núna, þá viljum við leggja áherslu á að fatlað fólk fái vinnu á Reykjavíkurborg, þannig að markaðurinn sjái að þetta er besta leiðin. Þá ætti ég að spyrja aukaspurningu. Myndir þú lifa á sömu laun og fatlað fólk? Það er nú örugglega erfitt, sko. Ég myndi nú geta gert það í dag, aðallega eins og ég er bara svo vel giftur, sko. Þannig að ég geti treyst á konuna mína. Ég er viss að þetta Þetta eru laun sem er erfitt að lifa mjög góðu lífi af. Segðu til mig að þú myndir vera að lifa mínu launi, bara svona, og ég væri að borga 260, myndir þú lifa 120.000 krónur í heila mánuð? Það þyrfti að gera það, sko, en þetta er ekki há laun, það er alveg staðreynd. 5. Getur þú lýst samningum Sameinuðu þjóða réttindi málefni og flokk í 3 orðum? Ég get nú ekki lýst samningnum í 3 orðum beint, ég skal reyna. Það er að fatlað fólk eins og annað fólk eigi að fá að lifa mannsæmandi lífi. Það eru bara þessi klassísku mannréttindi. Við höfum staðfest samninginn, en ég efast nú að margir stjórnmálamenn þekkja hann mjög vel. En þetta er lykilatriði hjá okkur í Samfylkingunni. En má ég spyrja aukaspurningu? Munið þið fara eftir það sem Sameinuðu þjóðanna málefni fatlaðra er að berjast fyrir? Já, ég held við getum meira að segja gengið lengra heldur en það. Og hvert langt? Ég er bara eins langt og bara þetta eru bara sjálfsögð mannréttindi. Við erum öll saman í þessu. Við erum öll saman í borginni og í þessu landi. Já, þá er 7. hérna grínspurning sem að stelpurnar völdu, ekki ég. Hvað 3 álegg setur á pizzuna þína? Ég set... Ekki ananas? Já, jú, alveg, sko, ég er ekkert í kjöti. Ná, ég sé á þig. Ég er ekkert í kjöti, þannig að ég set ansjóður. Hvað er það? Það er þessi litli fiskur sem er svona saltur og súr. Og svo set ég lauk og sveppi. Ekki margarítu. Og ég bjóða þér í mat? Nei, takk. Mikið af fötluðu fólki er ekki í vinnu. Hvaða 3 nýjar leiðir getur borgin farið til að breyta því? Borgin ætlar að gera það. Ef við verðum í stjórn borgarinnar, þá munum við leggja áherslu að fleira fatlað fólk fái vinnu hjá Reykjavíkurborg.
þetta eins og bara með allt annað fólk. Við erum öll með einhverja kosti og auðvitað einhverja galla. Þannig að við eigum bara að finna stað fyrir flest fólk, þannig að það geti verið í vinnu. Það svo mikilvægt að finna ábyrgð og finna að maður skipti máli. Ég ætla að spyrja auka spurningu. Þú stoppa mig bara, mjög gott. Það var að stoppa þess á stjórnmálum, við tala endalaust. Ég ætla að spyrja framhald af þessu. Myndir þú vera að venda vinnustað til að vinna á sömu laun og fatlaði? Aftur sama spurningu á þann eiginlega. Næstu því. Já, næstu því. Ég myndi bara gera ef ég þyrfti þess, en ég bara veit þetta mjög lág laun. Það erfitt. Mér þetta mjög gaman að vinna á vernduðum vinnustað. Það oft mjög skemmtileg stemning á svona stöðum. Myndu þið kíkja á verndaðan vinnustað hjá fatlaða? Ó já. Og fara út allt það sem verndaðan vinnustað? 100%. Að 3 aðgerðir myndi raunverulega stytta biðlista eftir húsnæði fyrir fatlað fólk? Það náttúrulega bara einfalt mál. Það þarf að byggja meira. Við höfum verið með í Reykjavíkurborg að allar nýbyggingar í nýjum hverfum eru 5% sem fara í félagshúsnæði. Já. Og ég held að við erum að halda því áfram. Og síðan... Fleiri íbúðakjarni vantar líka. Það væri mjög gott að fleiri íbúðakjarna. Ég bý íbúðakjarna. Það ekki gott? Já, jú. Mættu bara að vera betri aðstæða. Ég með svo stóra græjur. Ok. Já, rétt hjá Valsum. Það þarf bara fleiri svona kjarna og fleiri íbúðir. Það biðlisti víða. Okkur hefur fjölgað svo rosalega mikið á síðustu árum og innviðinni hafa ekki alveg náð að fylgja eftir. Okkur langar mikið að einblína svolítið á innviðina núna. Það 9. ganga, ætlar þú að bjóða okkur fatlað fólk með ef þú talar fatlað fólk? Já, eins og við erum að segja áðan, mér finnst að maður er aldrei að gera neitt fyrir einhvern án þess að þau séu með í ráðum. Það alveg svo, ef þú ætlar að búa eitthvað til fyrir mig, ég verð að láta að vita hvað ég vil, þannig að auðvitað það þannig. Og tala mikið fatlað fólk á þingi og það og svoleiðis. Já, mér áfram sem áður þá munum við leggja áherslu á þennan málaflokk, engin spurning. Mér finnst Reykjavík, ég getur spurt þig, hvernig finnst þér Reykjavík hafa staðið sig hingað til? Mætti standa sig betur. Það má alltaf standa sig betur. Og betur fara með fyrir fatlaða, en svo segja það alltaf satt til dæmis mig og fleiri. Þú getur unni, þú ert ekki með fatlað fólk. Það svona. Svona fordómar. Já, það hefur verið búin að vera fordómar lengi. Já, ekki gott. 10. Vilt þú verða næsti borgarstjóri okkar? Ég væri alveg til í það sko. Ég held að fyrst það kosningar. Já. Og það bara annarkvort, þetta lýðræði, annarkvort líkar ykkur vel við það sem við erum að segja eða ekki. Ég held að mér finnst persónulega mjög mikilvægt að samfylkingin verði í ráðandi afli í borginni, meðal annars út af málum fatlaðs fólks og bara mannréttindi yfir höfuð. Og svona aðeins hvernig sýn á borgina, hvernig borgina á að þróast áfram. Þá finnst mér mjög mikilvægt að við jafnaðarmannafólk verðum áfram við völd. Í hvaða flokki Heiður, borgarstjórinn Heiður? Heiður mér flokki, hún númer 2 á listanum. Nú ætlum hún að vera áfram borgarstjóri, heldur það? Nei, ég verði borgarstjóri. Pétur Mikli. Já, hvernig líst þér á það? Það væri gaman að fá valsframara. Já, gaman fótboltamann. Já. Sparka bara hinum út. Hefur þú einhvern tíma skýringu á því hvað svo fatlað fólk í stjórnmálum miðað við ófatlað fólk? Já. Það örugglega, ég hugsa að það gæti verið fordómar. Það kannski að fötluðu fólki finnst það ekki velkomið. Nei. Og það agalegt. Þannig að þetta eru málefni sem verið að tala bæðin á þingi og í ráðhúsinu og í bæjarstjórnum allstaðar út á landi. En það skrítið að fatlað fólk sé ekki meira með í því samtali. Ég myndi gjarnan vilja sjá fleira fatlað fólk. Þannig að það hefur verið fatlað fólk inn á þingi en ég myndi gjarnan vilja sjá meira af því. Takk fyrir að koma. Takk að þér. Miklu heldur. Þó ég sé valsari. Já, það fínt sko.